Hæ, Gummi hérna. Í dag ætlum við að líta á liðlosun í Uttanasana. Uttanasana standandi framteygja, fótleggirnir saman. Og algeng liðlosun losunin milli hnakka og brjóstbak, það sem við köllum háls yfir höfuð. Þannig að hálsinn, hann hefur beint samband við spjaldið. Þetta svona eins og systkinasamband. Og lykilhugmyndin í Uttanasana lengingin á aftanverðum líkama og sérstaklega svæðið milli hnakka og rófubeins. Þannig að þetta svæði á alltaf að vera langt. Algeng liðlosun að þegar við komum fram í framteyjuna, að þá losum við hökuna frá barkanum. Þetta styttir bilið milli hnakka og brjóstbaks og hálsinn fyrir í sveigju aftur. Sem þýðir að þegar ég kem fram og ég lyfti hökunni frá, þá sveigir mjóbakið. Sem þýðir að mjóbakið fer í bakfettu ástand. Og það munið að framteygjan, hún snýst öll lengingu frá hnakka og niður í rófubein. Þannig að þegar maður beygir sig fram, þá heldur maður hökunni inn til að valda sem mestri lengingu og þegar maður kemur upp, þá lyftir maður frá brjóstkassa en ekki losun á hálsi. Þannig að algeng liðlosun að losa höfuðið fram, mjóbakið fellur og í lokum kemur höfuð inn og algeng liðlosun að lyfta með því að losa höfði og þá myndast aftur þessi fetta í mjóbakinu. Endrum og eins ekkert vandamál. En ef maður gerir endurtekið þessi innri þrýstingu milli spjalds og háls, þá gæti þetta leitt til vandræða. Tjekka það á því í þinni persónulegri iðkun ef þú hefur þennan vana og leiðréttan því að það mun koma sér vel fyrir bakið til lengri tíma.